Verið velkomin á árshátíð Grunnskóla Hornafjarðar. Mér langar að byrja að þakka starfsfólk tónskólans. Þau eru búin að leggja allt starf tónskólans bara til hliðar meðan þau undirbúa árshátíðina. Og svo langar mér að þakka bara starfsfólki og nemendur grunnskólans fyrir ómælda vinnu við árshátíðina. Mér langar að minna foreldra á að hafa börnin sín hjá sér og gefa gott hljóð. Það verða svona boðberar hérna til hliðar sem segir hvernig þið megi klappa og annars vona ég bara að þið njóti sýningarinnar. Takk fyrir! Einu sinni fyrir langa löngu var yndisfríð prinsessa en á henni hvíldi alveg hörmuleg álög sem aðeins sönn ást gat rofið. Hún var lokuð inn í kastala langt í burtu þar sem hræðilegur eldspúandi dreki stóð vörð. Margur knár riddari hefði reynt að frelsa hana úr prísundinni en engum tókst það. Hún beið í vígi drekans eftir sannri ást. Ha! Eins og það sé að fara að gerast. Tökum á! Nei, veistu því hvað getur gert? Að baka brauð mannabyrjun. Reyndar gera risanir það. Skepna! Burt með þig! Ég varaði við. En tröllin, þegar gera jakka undir skinnin ykkar. Ó nei! Eftirlýstar ævintýraverur. Farkad greifi, sem ekki lítið ógurlegur, hefur lýst yfir öllum ævintýraverum skógarins og ætlar að handsama þær allar. Riddarar hans hafa komið sér fyrir í skóginum og borgað fólki fyrir saklausar ævintýraverur sem eru síðan sendar í búrum beint í dýflissur.
Hvað hefur eiginlega greifinn á móti þessum krúttlegu verum? Næsti. Komdu með þetta. Þínir flugvéladdagar eru búnir. Næsti. Please, gerðu það, ekki selja mig. Ég skal aldrei vera þrjóskur aftur. Æ, lokaðu mönnum asni. Hvað höfum við hér? Þessa litlu tréflögu sem dúkk kann að tala. Ég er ekki dúkka, ég er alveg strákur. 3 sinnum peninga fyrir þessa prúðu. Áfram. Næsti. Hvað er þetta? Tala trjásti. Einmitt, og hvernig er þetta að sanna það? Jæja, láttu nú hér kallinn. Ó, hann er dálítið þreytur. Hann er svolítið nervös. En hjálpið hann er algjör kjaftkýnd. Talaðu asni, kjálki! Næsti. Yes, ég er frjáls. Þú talar, það er flipp-floppanum verið í gangi. Hvað? Af hverju er þetta mig? Má ég segja þetta á þig, þú varst alveg meiri háttar. Þeir mættu og þú sagði bara BÆM! Við vorum bara að labba út alla skoðun eins og Hans og Greta. Og vá, það er svo gott að vera frjáls. Af hverju fagnar ekki frelsinu með þínum einu vinum? Ég á enga vini. En hei, ég verð bara með þér. Þú að græna væna boss með skína. Gerum maður svo hrætt að ég skýti buxurnar. Vá, þetta gæti sko hrætt mann. Og svo myndi ég borða ógeðslu kúkabyrjum í skoðunum, myndi prumpa, Við erum svakalega teymi. Lít á mig, ég er tröllkall. Ertu ekki hræddur við mig? Nei. Í alvöru? Hvað heitir það? Shrek. Shrek, veistu hvað? Ég fíla það. Þú er svona mér alveg sama hvað öðrum finnst sko. Shrek, ég ætla að poppa þessu toppmáli. Shrek er búinn að fá nóg af asnanum og vill bara fá að vera í friði í mýrin sinni. Hann kemur sér vel fyrir á heimili sínu en verður allt í einu var við hreyfingu og fyrr en varir voru villtar ævintýraverur að reyna að koma sér fyrir á heimilinu hans. Og hvað finnst Shrek nú um það? Vá, þetta er ákveð stöð. Við getum kannski verið hérna. Já, sammála. Já, líka svo vel inn í þetta hérna. Again, brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I your pretty love? Yeah. Am I the only one? Yeah. Am I sexual? Yeah. Am I everything you need? You better rock your body now. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Nei, tauðu ekki alveg hana burt. Hvað er að setja hana?
Rúmið er upptekið og gestarúmið og hjólhýsið. Ég hef bara ekki sofið þessar í nokkra áratugi, maður. Hæ amma, ég kom með bakkelsinn fyrir þig. Ég bý í Mýri. Ég er með skilti. Hvernig get ég fengið svona næði? Ó, nei. Ekki horfa á mig, ég bauð hann ekki. Ekki bauð okkur. Hann rak okkur hingað, Farfall Greifi. Takk eftir. Ævintýraverur, látið fara illa ykkur. Ég lýsi ykkur opinberlega óvelkomin. Ég ætla að finna þennan Farfall Greifa og koma ykkur á mínu landi þannig ég geti farið það sem þið er heima. Farfall Greifi átti sér einn draum,
að verða konungur í ríki þar sem engar ævintýrapersónur voru vegi hans. Shrek og Asti hélt hann af stað til Farquaad. Hann bjó í kastala langt í burtu í borg en nefnist Stullborg. Þetta er nóg, hann talar núna. Skrímsli! Ég er ekki skrímsli hér. Heldur þú og hitt ævintýrapakkið sem sumpar út mína fullkomnu veröld. Sagðu mér, hvar eru hinir? Bíti mig. Ekkert mál. Nei! Ekki mjólkina! Þekkjum við Tuma? Tuma sem við fættum fyrst á hana þar? Já. Hvar er hann? Fagradal. Já, hann er lengst inn í Fagradal. Þegar tunglið fer á fætur við fyrsta hanagal að sitja yfir árum lengt inn í Fagradal. Við fundum hann herra. Já, er það? Það verður á spegillin. Ekki segja hann neitt. Spegill, herrum þú mér, er þetta ekki besta konungsríki í heimi hér? Sko, tækla sér ekki konungur, en til þess þarf það eignast prinsessu. Lát heyra! Við erum velkomin eftir mig. Hér á eftir fær hann að skoða 5 kvenkosti til að gangast í hjónabandsmið. Og hér eru þær. Kvenkostur númer 1. Ég heiti Öskubuska. Áhugamálum mín hefur ræstingar og matseld fyrir 200 stjórnsystir en við hef ég neitt líf, slaka mér á og njóta. Fyrir þetta. En þá er það kvenkostur númer 2. Ég er aldeilis vön að umgangast litla kalla. Ég bý með 7 mönnum sem eru allir undir dvergamörkum. Þannig ég er mjög vön lágsnum mönnum eins og Farquaad. Og þá er það kvenkostur númer 3. Ég er lengi búin að vera að leita að draumamessunum. Ég lendi í kulnun í mörg ár, svo ég lendi í að frjósa alls staðar. En ég veit að Farquaad mun bræða mitt frosta hjarta. Og þá er kvenkostur númer 4. Ég heiti Fríða og ég ræði vel við alla kalla, skrifstum líka tekið með. Ég elska að lesa bækur, þannig ég vona einn daginn geti skrifað bók um ástum okkar Farquaad ef hann vilja mig. Og kvenkostur númer 5, hún er ekki með okkur af því hún er læst inn í kastala og hún virkilega þarf að drauma prinsessinn. Og hann þarf líka að vera sterkur og hetja að það er eldur, dreki með spúandi eld. Another brother noticed.
aldeilis. En nú er það kvenkostur nummer 1, 2, 3, 4, eða 5. Númer 7. Númer 5. Farkatgreifi, þú hefur valið Fjónu prinsessu. Buenos días, amigos. Þið eru komin í risastóran kastalan hans. Ekki svo risastóra farkatgreifa. Sumir segja að stærðin á kastalanum er að bæta upp fyrir eitthvað sem vantar hjá farkati. En hvað veit ég? Það er fljótt hér. Já. Hei, hvað er þetta? Nei. Einu sinni var ég allt hróðfullt af skríti, hvert einasta horn. Ég lét handtaka öll þau skríti. Hey nani 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 no. Ef þú var skrítin, þú verður grunaður strax. Við höfum okkar reglur, ég vil allt í takt. Og svo. Fara fattandi hér í Djúpborg, hér í Djúpborg. Klöppum fyrir þessum æðislegu Djúpborg-dönsum. Eru þið ekki glæsilegir? Þetta var óþarfi, þetta er bara asni. Skipin er á. Þögn, ég er með betur hugmynd. Maður er bara að fá mýrun mér aftur. Hvað mýri? Mýrin sem þú hendur þetta ævintýradótinn á? Ef þú frelsar Fjónu prinsessu, þá færi mýrina þín aftur. Og hvar er hún? Og hvar er hún? Í Kastalótalandi. Hvað? Hvar?
bara út á landi, dreki og alls konar. Ok. Klöppu fyrir frelsara Fíónu prinsessu. Nú hefst annað ferðalag hjá Shrek og asnanum. Þeir þurfa að fara langt út á land og finna kastalann þar sem Fíóna prinsessa hefur verið lokuð inni í háum turni alein í mörg ár. Jæja, þá er ég búin að prjóna peysu, lesa 3 bækur, sópa, baka 4 tertur og klukkan er bara 8:30. Hvað getur gert fleiri í dag? Heldur ekki að sé kastalann Heyrðu þetta? Það er ekki að koma! Ætti að þessi draumprinsinn minn sem frelsar mig úr þessu kastala. Ok, ég ætla að græja mig. Shrek, ertu nokkuð hræddur? Nei, en uss. Ekki ég heldur. Hér er dreki sem, þú veist, étur allt og spora eftir svona hræsta. Árni, bara tvennt. Þegi þú. Far nú þangað og gaf okkur þú finnir tröppur. Tröppur? Áttu ekki að finna prinsessuna? Ok, fín, ég skal finna svo tröppur. Þú má sjá dregan. Ég skal finna svo tröppur. Láta sko fara, læt hvína í þeim. Ekki með sem mér. Ég er tröppur kappi. Ég ætla sko að trappa á þeim. En... Við vitum alveg frá prinsessanum, en hvar er... DREKKI! Þessar tennur var alveg glæsilegar og það bros alveg geislandi sko. Hlýtur að taka það mynd engin andfélag neitt. Ég fór á middu, fæ mér hálsmála og tóltista mig úr öskunni. Sko, þú ert alveg drega pía og ég vildi ekki eitthvað lengur en mikið dreigur og ég er með astma. Þetta sé bara best að ég fari. Látt ekki svona. Komdu, ég skal sýna þér hvað ég heima. Ég sef á gulli. Á fætur! Ert þú Fíóna prinsessa? Það er ég og ég bý eftir hún eina sanna sem bjarga mér. En sætt, kom nú. En býttu. Átti ekki að vera rómantísk stund þar sem hún heldur á mér og... Æ, ég hef ekki tími hérna, komum. En býttu, hvert er það að fara? Þyrnaru þarna? Ég er að bjarga asna frá dreka. Varstu ekki búin að sigra drekann? Það er í vinslu. Ég var hetju!
loksins frjáls úr kastala drekans. Shrek og Asnir fylgdu henni í gegnum skóginn til Dullborgar, en margt gerðist á leiðinni. Jæja, maður nú sjá hvernig minn einsann hetju lítur út. Ég ekki draumaprinsinn þinn, prinsessa. Bíddu, hver þá? Farquaad. Hann bara því mér komst ekki í dag, hún var svo illt í hnjánum. Hæ, sæta, ég Rói Höttur og ég kom til að bjarga þér frá þessu skrimsli! Oj! Einn metur! Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening, but they fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping them up, they were chopping them down. Chinese art, and everybody knew their part. From a fainting to a step, and a kicking from the hip, everybody was going for. Wow! Júhú! Sjáu sólsetrið? Ó nei, það er Áli. Ég var að fara að sofa. Þetta er allt í góðu, prinsessa. Ég var líka myrkfælinn. Góða nótt. Góða nótt, prinsessa. Ég veit hvernig ég finn hormónalyktina minn sem þú verður að segja henni hvernig líður. Það er engu frá að segja. Hún er prinsessa og ég er Tröllkall. Einmitt. Prinsessa! Af hverju þarf ég að líta svona út? Halló? Af hverju get ég ekki bara verið eins og allir aðrir? Ég vill ekki vera öðruvísi tröllskessa. Fiona? Ég vill ekki vera skrítin og öðruvísi. Eða, jú, Halló? ég vill alveg vera ég sjálf, en hvað finnst það fólk eiginlega um mig? Uss, þetta er alltaf lagi, þetta er bara ég. Ég minn eini, þú ást prinsessuna! Heyrðu Ríkjar! Þetta er alltaf lagi, þetta er bara ég. Ég hef verið svona sem ég man eftir mér og þetta gerist bara þegar sólinn sest. Var þetta ekki svona að borða þér? Úldin epli eða ógíslu skópinn? Þú veist maður eitthvað sem maður borðar. Nei, það var ekkert sem ég borðaði. Tókstu kannski einhver ónýtt fæðbótefni? Eða varstu kannski að prófa nýtt brúnkukrem? Við dagsljós ein, á nóttinni önnur. Álög gerði til að láta mig þjást, þar til mín eina og sanna ást, með kissi sönnum ástarkossi. En falleg, ég vissi ekki að vera í skák. Þetta eru álög. Þegar ég var lítil stúlka, lagði Norn á mig álög. Þannig að á hverri nóttu breytist ég í þetta ferlega ljóta dýr. Þess vegna þarf ég að giftast Farquaad á morgun áður en sólinn sest. Svona, þú ert ekki það ljót. Ja, jú, en bara kvöldin. Horf á Shrek, hann er svona allan daginn. En ég er prinsessa og prinsessur eigi ekki að líta svona út. En hvað giftist ekki Farquaad á morgun? Ég verð aðeins ástarkoss mun rjúfa álögin. En þú ert hálfgeð skessa og Shrek líka. Þið eru alveg eins. Shrek? Já, þú verður að segja hvernig þið liður. Ég get það ekki. Jú, þú verður að gera. Bara segja og bara meina. Bara segja bara, ég elska þig Shrek. Og bara þá er hann bara, þið bara verður að segja. Bara hætta þessu. Ég þori því ekki. Af hverju að vera með rödd og ætlar ekki að nota hana, Fiona? Ég get það ekki. Þetta fullorðna fólk. Aldrei hægt að tala saman. Ég ætlar að fá einhverja áfall að hjálpa þetta. Þeir eru fættið sálfræðings þetta.
Þetta er sko orðið spennandi. Asninn Shrek og Fiona koma ansi nálægt kastalunum og Farquaad greifi er enn skammt undan. Fiona virðist eitthvað ráðvillt, en Farquaad vill ólmur giftast henni. Eða er hann sá eini sem vill það? Ég er afsvæða mýrinni. Ó, Fiona prinsessa, ég hef aldrei séð svona geislandi fegurð fyrir. Vilt þú vera kjörbrúður, hins kjörbrúðguma? Ég segi já, ekkert fyndið. Fyrirtak! Við gerum allt klárt, á morgun verður brúðkaup. Nei, af hverju að bíða? Giftum okkur í dag fyrir myrkur. Ó, já. Því fyrir því betra. Það er dálítið sem þú veist ekki prinsuna. Ég talaði við henni í gær. Ég veit þú talaði við henni í gær. Ég er farin heim og þú líka. Leiðið Ásni. But you don't really care for music.
Nú skaltu hlusta á mig búlutrökkar. Fíona prinsessa var ekki að tala þig þetta kvöld. Hún var að tala sjálfa sig og hún elskar þig. Er það? Í alvöru? Já, gríður ekki það. Áður en brúðum klárast. Já, Dios mío! Það brúðkaup að hefjast. Allir bæjarbúar mætti til að sjá hinn stór glæsilega farpað og fallegu Fíónu prinsessu sem óskar einskis heitar en að hafa létt álögunum og fá að vera hún sjálf sem gerist bara með sönnum ástarkossi. Hér erum við saman komin til að fagna því. Ásgeir, getur ekki bara sleppt þessu og fara beint á hugslinu? Já, áfram. Ok, þú verður að hoppa upp og áður að segja hún skal ekki brúðuna og segja ég mótmæli. Það er of seint. Ég mótmæli! Eða sko hann! Svar? Þú mátt ekki giftast honum. Hann er bara að gifta sig svo hann verið konungur. Þvílík vitleysa! Hann er ekki þín sama ást. Og hvað veist þú sanna ást? Ég er þín sama ást. Þetta er ótrúlegt. Tröllið er ástfangið af prinsessu. Jæja, við skulum klára þetta og vera hamingjusöm til æviloka. Við dagsljós 1 á nóttinni önnur. Ég vildi sýna þér þetta. Vá, þetta útskýrir margt. Oj, ógeðslegt. Verði! Hvernig ert þú að kalla ógeðslega? Hattrykkar annan til að þekkja einn. Sælsvanur, þú glemdi að bjóða mig í brúðkaupi. Þú ert bara nýfluttur heima. Það tók mig 32 ár. Bíðið nú, hæ. Þannig að þú ert bara eins og við hinn. Nei! Nei! Og þannig endar það. Fíóna fann sína sönnu ást, bæði í ljúfa tröllkarlinum Shrek og í sjálfum sér. Loksins fattaði hún hvað hún er frábær alveg eins og hún er. Köttur út í mýri, sett upp á sér stýri, út er ævintýri.